Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin í spjall rasisma. Það nú dálítið leiðinlegt viðfangsefni en mjög þarft að ræða það og sérstaklega á Íslandi í dag. Til mín eru komnar mjög góðar eiginlega mannréttinda konur svona og antirasistar. Þetta eru Kristín Tævo Reynisdóttir, stjórnmálafræðinemi í Háskóla Íslands og meðlimur antirasistana, og Arna Magnea Dangs sem við þekkjum, og hér svona okkar eiginlega mannréttinda fréttaritari, mannréttinda aktivisti, leikkona, áhættuleikstjóri og kennari. Takk fyrir að koma og tala þetta svona fyrirbæri. Takk fyrir að hafa okkur. Myndið ekki bara gjarnan vera að tala um eitthvað annað, heldur en rasisma? Þú veist, ég til að tala um svo sól úti, skilju, en fáum ekki alls sem við viljum. Og vera þá inn í dimmu stúdíu og tala um rasisma. Já. Það bara gaman. Var stemming. En þú og fleiri stofnuðu þetta þennan félagskap sem heitir Antirasistarnir. Og það hefur væntanlega ekki bara verið á góðum sumardegi svona að því að þetta er mjög töff titill. Það að gefnu tilefni og að því að það er kannski aðeins of mikill rasismi á Íslandi eða hvað. Sko, við náttúrulega stofnum þetta vegna þess að það var umræða í samfélaginu sem sagt náunga sem var að nota N-orðið í gegnum fyrirtækið sitt. Og það náttúrulega eins og segi myndaðis umræða í samfélaginu og fólk var að láta í sér heyra og síðan sérst ákvað ein sem heitir Jóhanna Hæle sem eiginlega í rauninni stofnandinn. Hún heyrði í mér, systur minni og Önnu Sondi og þá ákveðum við 4 að stofna þetta félag. Bara til þess að því við sáum hvað var mikið þörf umræða á þessu hérna í samfélaginu, þannig að við ákveðum að taka þetta á okkur. Og hafði verið svona bara eins og sem sagt sendi fulltrúar þessara samræðu eða þannig, eru þið beðnar að koma í skóla eða og vinnustæði og víða til að tala? Já, við höfum alveg verið beðnar að koma allan í skóla. Við höfum gert það á félagsmiðstöður. Ekki á vinnustæði, nei. Ekki sem ég man eftir. Og þú segir að hérna, ég heyrði í þér ræðum það að einhvern tímann að þér finnst bara virkilega sárlega vanta í skólakerfið umræðu rasisma og bara raunverulega svona ofbeldi. Já. Þannig að þið eru þá raunverulega uppfylla einhverja mikla vöndun þannig. Eins mikið og við getum náttúrulega. Við náttúrulega erum allar í skóla eins og háskóla og erum þá ekki jafn lausar og erfitt að komast úr tímum eða sleppa tímum af því að stundum eru mætingaskyldur og svona. En ef við getum þá náttúrulega viljum við alltaf reyna að hjálpa til og sérstaklega vera þessar fyrirmyndir sem að okkur vantaði mikið þegar við vorum yngri. Þannig að við erum að reyna okkar besta að mæta í skóla og svona og tala þetta umræfni. Og finnst ykkur eins og krakkarnir í skólanum vera opnir fyrir umræðinni? Sko, fyrst þetta náttúrulega erfitt af því að krakkar eru krakkar. Það er erfitt að opna svona umræfni og láta alla vera með eða reyna að fá alla með. Þannig að því við náttúrulega erum nær þeim í aldur heldur en kennararnir oftast að þá náum við betur til þeirra í rauninni. Þau svona sjá að við erum alveg minnlausar. Við erum ekki að fara að gera neitt við þá. Þannig að við náum að opna umræðina og þú veist, oftast það stelpur sem að myndi þá opna sig og síðan stundum koma strákar inn. En það sem að hjálpa kannski mest var það að við vorum með svona nafnlausar spurningar. Það var ekkert nafn og þá þú veist var alveg kostur og galli, skilju. Fengum alveg góða spurningar. Síðan fengum við líka bara eitthvað svona óþarfa, eitthvað svona bull dót sem að krakkar gera. Er það að skrifa á blað? Við vorum með svona rafrænt, það kannski skannaði hennar QR-kóða og þá kannski skrifaði inn einhverja athugasemd þú veist, bara opið spjall sem við vorum með. Og kom þetta þér óvart? Var þetta svona einhverjar spurningar sem að kom þér óvart eða þekktur þessar spurningar allar? Þú vorum mest að spyrja bara til dæmis, að því vorum alltaf að tala kynþáttahatur og allt það, að þá voruð að spyrja okkur betur út í það og sumir voru að spyrja hvað maður á að gera að maður verður vitni af því og þá náttúrulega komum við bara með góð svör það að maður eftir náttúrulega ef maður treystir sér ekki til þess að fara sjálfur og
díla við þetta málin, að tala þá við kennara og reyna að fá kennara og voru líka að hvetja kennarana sérstaklega til þess að heyra þá í okkur ef það var eitthvað. Alltaf bara, já, að senda okkur ef þau voru ekki viss hvernig þetta sjalla málinu, sem maður segir. En, já. Og kennarar eru svona opnir fyrir þessari aðstoð og þessari umræðu eða hvað í þínu? Þeir sem allan voru að biðja okkur að koma, auðvitað. En ég get ekki talað fyrir alla kennara. En í þínu reynslu svona, bara í skólakerfinu, þín reynsla af skólakerfinu, var hún nógu góð? Sko, nei, annars hefði ekki stofnað þennan, hvað sem hóp, segir svona. Nei, þeir sem kennarana, þá náttúrulega voru flest allir að reyna sitt besta, en höfðu ekki tækinni tólin til þess að uppfylla skyldur allra nemendana og þarfir allra nemendana. Þeir voru í rauninni, náttúrulega vildu læra og eitthvað, en eins og ég segi, þeir vantaði bara tækinni tólin. Þannig að, jú, þetta var alveg ágætis skólaganga upp á vissu marki, en náttúrulega líka erfið. En ég er náttúrulega þakklátur líka samt sem að hafa haft hana systur mína, tvíburasystur mína, hann Völu, með, því að annars hefði þetta verið virkilega helmikið erfiðari skólaganga. Get ekki talað við neitt það sem maður var að lenda í. Já, þessar reynslu svona sem að, og þetta er samt, svo þú lýsir þetta er svona áreiti, einhvers konar sem að áreiti og ofbeldi þá, eða hvað? Svona. Áreiti meira, ekkert ofbeldi þannig, skilur. Það var meira bara það að maður var alltaf, hvað segir maður, það var alltaf muna eftir manni. Þannig að þú veist, kannski ef maður var eitthvað ekki þegar eitthvað gerðist, þá myndi krakkarnir alltaf eftir okkur systrum. Þannig að við náttúrulega, þú veist, var alltaf oft nafngreimt okkur, þó þess að við vorum ekki á staðnum, skilur. Og þetta var svona þannig svipað dæmi, bara það að við alltaf muna eftir okkur. Og líka þetta með, þú veist, stundum vorum við oft ekki með buff, við vorum oft með buff bara frá 1. bekk og upp í 5. bekk, af því okkur fannst hár okkar ekki flott og við vildum reyna að vera með svona svipa hár og hvítu stelpunar sem var slétt eða liðað. Við náttúrulega vorum bara í afneitun, augljóslega. Og eins og, þú veist, ég hef margoft nefnt, en samt mikið átt að segja, að þá gerðum við okkar skopmyndir af okkur í 7. bekk og þá áttum við að gera skopmyndir af okkur sjálfum. En að því ég var í það miklu afneitun að það náttúrulega málaði ég mig sem hvíta einstakling með ljóst hár og blá augu. Sem náttúrulega, en samt eins og ég hef nefnt á þau líka bara, ég skil ekki okkur kennararnir grípu ekki inn í þá, því að, þú veist, þess að maður segir, ummerkin voru svo augljóst að þessi einstaklingur var ekki alveg að finna sig og hefði þurft á einhverju hjálp, sérfræðilegri hjálp, sem ekki, já, eitthvað þetta. Og einmitt kannski eins og sérfræðingar segja stundum ekki einu sinni sérfræðilegri hjálp heldur allavega einhverju umræðu það, en kannski kennarinn hefur hræddur að alla fara gagnrýna þína mynd eða þína sjálfsmynd eitthvað svoleiðis, en maður getur ímyndað og Arna Magna, þú ert nú kennari og veist, þetta er nú ansi flókið, er það ekki, svona að grípa inn í? Jú, það er vissulega flókið, en þetta er líka náttúrulega bara, þú veist, fólk sem að upplifir ekki þennan veruleika á eigin skinni, að það er oft svo blind. Það gerir sér ekki grein fyrir því, alveg eins og ef þú tilheyrir einhverju minnihlutahóp, þá verður þau fyrir ákveðnu öráreitni sem að, þú veist, kannski aðrir er ekki átt að segja á og skilja ekki, því að þetta er ekki þeirra veruleiki. Og jável fólk sem er vel meinandi og telur sjálft sig vera mjög frótt og meðvitað, að það getur verið bara, þú veist, án þess að hafa einhvern illan ásetning, getur verið rosalega blind gagnvart alls konar þú veist, veruleika sem annað fólk er að gangi í gegnum. Og þess vegna þarf fræðslu og þess vegna þarf fræðslu frá fólki sem er að upplifa þetta. Þess vegna er mikilvægt, þú veist, að hinsegin fólk kemur í skólan og fræðir hinsegin málefni og þess vegna finnst mér að það ætti vera líka fólk að vera Lundubergi brotnu sem eru, þú veist, þá kannski innflytjendur eða alin upp hérna sem að er að tala frá sínu raunveruleika vegna þess að það er svo miklu sterkara heldur en, þú veist, bara að lesa sér til og manneskja eins og ég sem að, þú veist, einhver manneskja sem að var bara með þráhyggju fyrir Afríku og, þú veist, meðan aðrir voru að gera snjókalla og gerði ég fíla, þú veist, snjófíla og bara elskaði allt með
afríska sögu og allt saman og taldi mig vera mjög svona meðvitaða, hef rekið mig bara, þú veist, oftar en einu sinni, oftar en tvisar á að, þú veist, ég með ákveðin rasísk viðhorf sem að ég var alin upp með og ég hef þurft að horfa á sjálfa mig og hugsa bara, þú veist, vá, ég fávitin hérna og taka mig á og það við öll að við erum alin upp með ákveðnar staðalímyndir, með ákveðnar hugsanir og við þurfum að aflæra það og eina leiðin til þess að við virkilega getum aflært það að hlusta á fólk sem að hefur upplifað þetta á eigin skinni og við þurfum að hlusta á börnin, þú veist, börnin þau að kenna mér á hverjum einasta degi, þú veist, það ekki bara ég sem kennari sem að kenna þeim, þannig að börnin sem af erlendum uppruna og með annan húðlit en ég, þau að kenna mér á hverjum einasta degi og líka þegar ég var í leiklistaskólanum út í Bretlandi að minn besti vinur var minn besti kennari, þú veist, ég hefði aldrei hugsað út í það þegar hann sagði við mig, ég orðin svo þreyttur á því að vera alltaf svarti leikarinn. Hann fekk aldrei pröfu bara sem leikari, hann fekk alltaf pröfu sem svarti leikarinn og þú veist, æðislegu leikari, frábær manneskja, en hann var typekastaður og þú veist, og ég finn það núna, þú veist, eftir ég kom út úr skápnum að þú veist, maður verður typekastaður, þú veist, ég fæ ekkit endilega hlutverk sem hvaða kona sem þó ég geti leikið hvaða kona sem heldur fólk að já, hún trans, þannig að þú veist, þá geti ég ekki notað hana því hún trans, þú veist, þannig að fólk sem að ekki að upplifa, þú veist, einhvern ákveðin veruleika á eigin skinni, þó að það sé vel meinandi, gerir sér ekki alltaf grein fyrir fordómanum sem í gangi í kringu sig og fara síðan að afsaka það og segja nei, þetta nú ekki svona og þetta nú ekki svona alvarlegt og þetta nú ekki bara dramatískt og svo framvegis og þessin svo mikilvægt að við bæði setjum meira fjármagn í þetta og fáum fólk, þú veist, alls konar fólk með alls konar bakgrunn inn í skólana sem geta sagt sína reynslusögur og þau þurfa ekki öll að vera, þú veist, hámentuð heldur það bara snýsta að þau geta komið inn með ákveðna reynslusögur og ákveðin veruleika sem að við hinn erum ekki að spegla okkur í og af því lærum við. En þú náttúrulega hefur lýsti hérna einmitt í spjalli okkar að þú ert mikið í því að tala réttindi og bara veruleika transfólks og hérna við börn og vegna barna líka sko og ég spurði einhvern mann hvort það var ekki þreytt á því, þú veist, það að segja að þetta einhver hugsjón auðvitað, að miðla þessari reynslu og þið í antirasistum farið í skólan og svoleiðis sem náttúrulega bara stórkostlegt en manni finnst sko ætti ekki líka að vera eitthvað, þú segir, setja eitthvað fjármagn í að það sé að þið þurfi ekki gera þetta í ykkar sjálfboðavinnu bara og vera með samviskubit ef að þið eru að gera eitthvað annað að þá sé bara engin uppfræðsla eða engin umræða, þú veist. Já. Þetta svolítið svona stutt á veg komið, þú veist, ef það það er ekkert pláss fyrir þessa samræðu inn í skólakerfinu eða svona markvisst eða hvað, svona nema ef þið bankið auðvitað. Alls ekki nóg, bara alls ekki nóg og ekki á neinu skólastigi. Og nú erum við bara, þú veist, veruleikin að við erum að verða meira og meira fjölmenningasamfélag, miklu meira heldur en þegar ég ólst upp. Sem ég fagna, því ég elskaði það þau ár sem ég bjó í London, að búa í svona fjölmenningasamfélagi. Og maður lærir svo mikið af því. Maður lærir alveg ótrúlega mikið af því, þú veist, að bara, þú veist, að svona setja sig í spor annara og hlusta á sögur annara. Og það bara, þú veist, það ekki síðra heldur en bara, þú veist, að lesa einhverja fræðibækur að bara fá reynslusögur annars fólks. Þegar ég var í leiklistanáminu út í Bretlandi, sagði eitt leiklistakennarinn, okkar besta bókasafn annað fólk. Og það svolítið mikið til í því og fólki sem að vinnur í skólanum, það alls konar fólk frá alls konar þjóðum sem að tala ekki íslensku og annað að þetta gefur skólasamfélaginu svo mikið þetta gefur okkur öllum miklu meira að fá fólk alls staðar að heldur en þetta sé bara einsleitt
og við lærum líka, þú veist, ef ég ber þetta saman með mína skólagöngu og ég lendi, þú veist, í hræðilegu einelti í mínum skóla, í barnaskóla, að því að ég var svona einu og öðruvísi. Núna mikið meir það að krakkarnir geta verið alls konar og öðruvísi. Því að í grunninn þá engar tvær manneskjur eins, ekki einu sinni tvíburar. Og þessin erum við öll einu og öðruvísi. Það nú talað að þetta sé búið að vera kannski undanförnum árum svona vakning og bara einhver gleði yfir því að við séum öðruvísi og einhvern veginn uppfræðsla meira, en svo tala menn einhvern veginn ákveðið bakslag eða svona bara ákveðið, ég veit ekki, stöðu núna þar sem að hefur verið gefið ákveðið svona leyfi einhver staðar í heiminum og landinu til þess að tala niður til fólks og einhver meiri ótti við það sem öðruvísi hugsanlega og þá kannski spurningum skólakerfið að það ekki, þú myndist nú á það við mig að í námsefninu þá staður eða það námsefni til í samfélagsfræðum að ræða svona vandamál ræða hvað kallaður það? Í fjölmenningu og fjölbreytt mannlíf, já. En það væri bara svona, það væri eiginlega bara svona ég veit ekki, það væri ekkert endilega víst að það innist tími til þess að fara í þar kafla eða kennarinn einhvern veginn treysti sér til að ræða það því það væri svo margt að ræða í þeim í samfélagsfræðum. Já, við náttúrulega búum ennþá við skólakerfið sem var hannað í kringum iðnbyltingu 1870. Það sem var verið að búa til fólk sem þurfti fyrst og fremst að geta tjáð sig og reiknað. Og þess vegna meirinn helmingurinn af öllu námi bara starffræði og íslenska í grunninn. Og vissulega þetta góður grunnur og nauðsynlegur grunnur, en það hægt að læra íslensku í gegnum mörgunum fög og það hægt að læra starffræði í gegnum mörgunum fög. Við þurfum ekki að leggja svona ofur áherslu á fögin sem bara, þú veist, ein og sér. Við erum að læra íslensku þegar við erum að læra samfélagsfræði og náttúrufræði og við erum að læra starffræði þegar við erum að læra, þú veist, að smíða og þegar við erum í alls konar mælieiningar í heimilsfræði og þegar við erum að sauma og svo framvegis og þegar við erum að teikna líka. Þannig að við þurfum að leggja meiri áherslu á að byggja upp samkennd og samhug og fræða fólk bara, þú veist, svona staðreyndir, sögulega staðreyndir og samfélagsfræðilega staðreyndir sem að gera, að mínu mati, svona gera fordóma í raun og veru hjákátlega og bara fárlega. Til dæmis bara staðreyndin að mannkynið búið að vera til í 2 milljón ár og sem Homo sapiens sapiens í 200.000 ár. Og þú veist, blá augu var stökkbreyði sem var fyrst til fyrir cirka 6.000 árum, 7-6.000 árum, var bara svona úrkynjun í raun og veru, ef þú pæli í því. Þannig að þú veist, við erum öll tengd og fyrir 10.000 árum að þá var mannkynið nærri því útdautt. Þú veist, það var rétt 8.000 manns, þú veist, á allri jörðinni. Þannig að við öll sem erum hérna erum afkomendur 8.000 einstaklinga sem voru uppi fyrir 10.000 árum sem að nota bene voru öll með brún augu og öll með dökkan húðlit og öll með dökkt hár. Þannig hversu fárlegt það og hversu heimst og vitlaust það að vera, þú veist, bara rasisti. En því miður þá erum við alin upp við ákveðna hugmyndafræði og við erum öll því miður svolítið menguð á þessari hugmyndafræði og þess vegna þurfum við að horfast í augu ekki bara við okkur sjálf, heldur samfélagið okkar. Þú veist, við erum ekki eins fullkomin eins og við þykjumst vera og fyrsta skrefið eins og með öll önnur vandamál að viðurkenna að við höfum vandamál og við þurfum að takast á við það. Og svo þetta náttúrulega eldgamalt vandamál eins og þú ert að segja, það alveg árþúsund og svo nýlenduhyggjan og þetta náttúrulega bara nota hugmyndafræði sem notuð sem valdatæki og allt svoleiðis. En í millitíðinni, svo bara dagurinn í dag og börnin, þú
Þú ert náttúrulega komin úr barnaskóla, ert komin í háskóla. Er ekki ástandið svona, er ekki miklu betra fyrir þig að vera í háskóla en í barnaskóla? Varðandi rasisma, þú finnur ekki fyrir rasisma þar eða hvað? Ég finn alveg fyrir rasisma í háskóla, jú. En mér finnst alveg vera miklu meira því að hvað sem er. Það náttúrulega eru skiptinemar í háskólanum. Og þá náttúrulega er ég að sjá miklu meira af lituðu fólki sem að miklu meira lituðu fólki sem ég sé, alla mína skólagöngu á Íslandi, skilur. Svo ég var við vorum 3 svartar í grunnskóla og síðan náttúrulega var ég í MH, menntaskólanum Hamrahlíð. Þannig þar var IB-brautin, International, brautin, ég man ekki hvað IB þýðir eða stendur fyrir. En í háskóla, kennarar hafa notað N-orðið í skóla, fræðilegum tilgangi, sem maður segir. Og þá náttúrulega bregður manni rosa mikið og maður segir, hvernig skal maður orða þetta? Ég var að búast til því að fólk, sérstaklega jafnaldrar og allir þeir sem eru með mér í skóla, myndi vita betur og væru meiri bandamenn. Og þar að leiðandi þegar að kennara nota til dæmis N-orðið í einum tímanum, var ég að búast við því að ákveðnir einstaklingar myndu tjá sig það í stað þess að ég þyrfti að gera og í stað þess að finna fyrir að augun væri á mér. Þannig ég náttúrulega endaði á því að segja eitthvað af því það var engin annar að gera það. Sem er rosalega pirrandi af því að þetta er ekkert ábyrgð, þetta er ekkert mín ábyrgð að gera eitthvað. Þetta er eitthvað vandræðlega gangur strax sem myndast og hinn er einhvern veginn þor ekki að eða halda það skipti þið ekki máli eða skipti ekki hver ég veit ekki hvað pælingin er í gangi stundum en sumir samt eins og ég veit að einn nemandinn var mjög indæll af því að kennarinn einn kennarinn var smá að að ruglast, þess að maður segir. Já, bara ruglast hans. Ruglast hans, já. Og var vorum að læra Nígeríu í einum tímanum og þá, kem ég smá seint í tíman og kennarinn byrjar bara, ég labba inn þá horfir kennarinn á mig og stoppar og segir síðan, ekki vill svo til að þú sért frá Nígeríu og er bara búin að, alhæfa það. En ég er frá Nígeríu þannig að, jú, það er eftir þessi skilur en á sama tíma skilur maður er ekkert að gera svona. Svo myndir aldrei segja við einhvern annan skilur, maður myndi bara ekki gera þetta punktur. En hinn nemandinn ákvað síðan að tala við kennarann eftir tíman og sagði bara þetta var ekki í lagi skilur, sem var kostur og það var gott að vita af því að einhver var að standa. En núna er svolítið gagnárás þar að segja, það hefur verið kvartað undan því að þeir sem að láta vita af særandi orðalagi og særandi framkomu að þeir séu orðnir eins og einhverjar réttrúnaðar löggur að segja kennurunum og öllum hvernig hvað á að segja og heyrist svona svolítið mæðulega að það má bara ekki segja neitt lengur í dag og maður veit ekkert hvernig maður á að vera og svona. Hvað segir við því? Upp á vissu marki þá er svona bara líka bara gott að fólk viti hvað má og hvað má ekki. Því að það var alltaf margt lyft hér í gamla daga. Lyft að segja marga hluti sem maður segir ekki í dag. Og úr því að við erum að verða á svona miklu fjölmenninga samfélagi að það er bara mikilvægt að fólk fái að heyra að það sé að ganga yfir strikið eða... Já, og líka bara út frá kannski þinni persónulegu reynslu. Þú ert raunverulega bara að segja, þetta er eitthvað sem særir mig og er ekki uppbyggilegt. Já, svo líka það náttúrulega, það á að vera nógu mikilvægt og nógu mikið þess virði til þess að kennari myndi vilja bæta sig ef að þetta byrja að særa manneskjuna persónulega. En segir vinum þínum eða eignast nýja vini eða skólafélögum eða eitthvað svona, segir þú svona kannski, ef eitthvað svona kemur upp, hvað það er sem særir þig eða er þetta svona, kemur þetta upp sem umræða? Eins og til dæmis, hvaða orð á að nota til dæmis, þú segir að dökkhörund, þú segir svart, sem segir brún, hvaða til dæmis, hvaða orð finnst þér vera bara svona best að nota? Mér finnst bara svartur best að nota. Já, ég er svört manneskja, svört kona skilur. En eins og með þetta kemur aldrei upp sem umræða hjá jafnöldurum. Ég er ennþá þeim stað í lífinu sem að mér finnst betra bara að gera grín í stað þess að fara út í að þetta er svona tráma, sem maður segir. Og hef oftast bara þurft að díla við það frá því ég var krakki. Að því stað þess að sína á mikla tilfinningar og frekar bara fara í grínið. Og við stofnendurnir vorum dálítið mikið í því og tókum mér svona þátt í svona vinnustofu hjá
Rekkart sem semst vinur okkar og þá var þetta semst á netinu rafrænt og þá ákveðu að tala þú veist, hvað representation á íslensku? Nei. Í hvaða samhengi svona að það skiptir máli að það er mikilvægt að sjá einhvern sem lítur út fulltrúa það er sýnileiki já, sýnileiki í rauninni, já það væri mikilvægt að það væri sýnileiki í samfélaginu að maður myndi sjá hvern sem væri maður sjálfur og þá akkurat vorum við að tala þá ákvað ég að nefna og sýna akkurat skopmyndina af mér sem ég gerði þannig í 7. bekk og þá voru þessar stelpunar sem þær vissi ekki alveg hvað það voru að gera að þær sem sagt fóru að hlæja þarna í þessi rafrænu vinnustofu og þá náttúrulega hélt fólki sem var líka þannig að hélt að það væri bara fyndið en síðan náttúrulega sást á mér að ég var bara að byrja að skæla því að maður það svo leiðilegt að þær voru að hlæja að mér og þá náttúrulega föttu þær býtu núna kannski smá vandam, núna þurfum við kannski bara að fara að tala hlutina í þess að bara hlæja alltaf þetta er alvarlegt sem við lendum í en við náttúrulega bara höfum aldrei almennilega náð að tala við einhvern til þess að komast yfir þennan hlátur við erum ennþá bara frekar betra hlæja heldur en að vera í sorginni skilji. Já og líka kannski bara hjálpa þeir eru lendi í því bara eiginlega að einhvern veginn að sprengja einhverja vandraða aðstæður sem myndast og vandraða gang fólks að því bara kannski komið hláturinn eins og til þess að létta þannig að sé ekki allavega einhver alltaf vandraði gangur í kringum eða fólk að ganga einhverjum eggjaskurðnum eða þannig í kringum okkur sem viljum það náttúrulega ekki en á sama tíma þú veist eftir að maður er orðin eldri náttúrulega vill maður frekar að fólk sé að vanda sig heldur en að maður sé bara að hlæja því þetta er upp á vissu marki þetta ekki hlægi og mér líka þú veist ég lendi oft í því að stundum ég að fá mér sem sagt braids í hárið, það er svona hárstílar fyrir svart fólk fléttur fléttur í rauninni og þá er stundum fólk sem kemur upp að hárinu mín og snertir það bara sem að mér finnst óþægilegt af því að þetta er hárið mitt og ég myndi aldrei gera þetta við neitt annan án þess að spyrja án þess að spyrja, já, þá labbaði bara upp á manni og snerta án þess að spyrja það er bara frekja sem náttúrulega frekja yfirgangur í rauninni dónaskapur já, en maður þú veist, þegar maður yngri náttúrulega var maður ekkert að segja en núna er ég meira bara svona, heyrðu maður á að spyrja, skilju og ég líka að vinna á leikskóla þannig ég er alltaf að venja mig á það ég spyr alltaf krakkana hvort ég megi snerta hárið þeirra án þess að ganga bara í hárið af því ég veit hvað er óþolandi og mann líka þú veist fekk að heyra sem einhvern pappa okkar að þá vorum við einhvern í búðakerfi við systur og vorum 2-3 ára og það kom bara einhver kona í búðinni upp að okkur bara að byrja að snerta hárið okkar og pappa okkar var bara og hún fannst svo skrítið bara hvernig einhverju myndi detta í hug bara af því hann hugsaði bara ég myndi aldrei labba í einhverju ókunnu barni og snerta hárið á því og maður líka veit ekki hvað þessar hendur er búin að vera ef við maður byrjað þar kannski var bara einhverju að klára sér rassinum og síðan bara snerta hárið mitt það er ógeðslegt svona í alvörunni en ég myndi þú veist þú ert náttúrulega fyndin, þannig að það er bara Guðs gjöf að vera fyndin sko. en eins og þú segir, það er mjög gott að vera fyndin og snúa þessu upp og maður er strax frá að hlæja þessari situasjón hérna með stúlkan en það þarf líka bara þetta er alvera af því að það er fullt af náttúrulega bara ungu fólki og fólki sem að bara líður ekki nógu vel og líður ekki eins og upplifir að það þurfi að einhvern veginn breytast til þess að vera hluti af samfélaginu eða til að vera sem er alltaf ógeðslega leiðilegt að heyra af því að það er eitthvað sem ég sem betur fyrir jú, maður hugsaði það alveg áður fyrr en sem betur fyrir vorum við systur mjög mikið að ferðast og vorum yngri þannig við sáum annað fólk sem leit meira eins og við það er kannski ekki verið vitlaust ef maður pælir í því að við hefum flytt kannski bara erlendis allan í einhvern smá tíma til þess að geta fengið aðeins að gránda okkur með öðrum sem eru á sama uppruna og við en eins og ég segi, þú veist, það er ótrúlega leiðilegt að fólk hugsi þannig af því að ég veit ekki, maður getur ekki sagt þú veist, jú, það verður betra þegar maður er eldri en á sama tíma, þú veist, að leiðilegt maður þurfa að bíða þegar maður verður eldri til þess að einhverju hluti breytast En finnst maður að spyrja, sko kynslóðarlega séð eða svona þú talar kannski svona eldri konu sem kemur og þú veist, veður bara í hárið eða sko finnst þér þetta vera svona þróun að yngra fólk sé meðvitara og sé svona upplýstara einhvern veginn og bara sýni meiri virðingu eða er það ekki endilega? Þú veist, alveg bæði og sko, en á saman tíma yngra fólki er líka mikið á TikTok og sumir að nota mjög mikið að nafnlausum kommentum
það líka samt alveg eldra fólk, ég get ekki bara alhæft það, en það líka alveg eldra fólk, en þú stundum koma eins og með TikTok og samfélagsmiðlinn, þá náttúrulega eru stundum bara svona ljót óþarfa komment þar á sumum TikTokum hjá manni eða hjá öðrum sem að tengjast ekkit myndbandinu sjálfu, skilur. Það bara einhver með eitthvað útidúr og útusnúning og bara með eitthvað leiðindi, skilur. En ég náttúrulega var að vinna í heimaþjónustu og þá var ég að fara heim til eldra fólks og þrífa hjá þeim og þau voru flest öll bara mjög næs. Þeim brá oftast að ég tala íslensku. Þeim byggust ekki við því að flestir sem að vinna í þessu starfi eru erlendu bergi brotið og tala ekki, þú veist, lítalausa íslensku eða tala ekki íslensku punktur. Þannig að þeim brá oft þegar ég byrjaði að tala og vildi helst eiginlega bara ég myndi sleppa að þrífa og myndi bara tala við þau. Það er eitthvað sem að þeim vantaði líka. En eftir það þá hugsaði ég öðruvísi eldra fólk, af því ég var eiginlega bara, það fólk sem hafði verið með leiðindi við mig var oftast eldra fólki sem var bara með þessi komment eða fáfræðina eða eitthvað þannig. En síðan eftir að hafa unnið í þessari vinnu þá hugsaði ég bara, eldra fólki ekkert það slæmt, sko. Það alveg einhver framtíðina, því þau voru oft bara svona skemmtilegir og áhugaverðir einstaklingar sem höfðu mjög margt og skemmtilegt að segja. Og voru ekkert eitthvað þannig séð, þú veist, náttúrulega spurðu alveg, þú veist, maður var alveg að svara á hverjum degi í rauninni hvað maður var og upprunnan og allt það sem fylgdi bara starfinu sem maður segir. En síðan fórum við út frá eftir að sú umræða var búin að það byrjaði að spjalla eitthvað annað skemmtilegt. Þarna ertu náttúrulega í samskiptum einmitt, en eins og lýsir samskiptin svokölluð á samfélagsmiðlum og TikTok og þessu er alltaf svo furðuleg, þú veist, það er svo mikil tengslaleysi einhvern veginn að þar þrífst þetta svona hatur og bara firring einhvern veginn. Ég meina, þú hefur nú birt, Arna Magna, þú nú birt nokkur svona skjáskot eða af hræðilegum skilabóðum sem þú hefur fengið og maður svona getur ekki ímyndað sér einhver myndi segja svona bara auglitir eða hvað, getur þú eitthvað tekið undir þetta, eða kannski ekkert áhugaverð spurning þetta með, þú veist, hvort að við þróumst eitthvað, skilur, eða hvort þetta bara sveiflukennt, þú veist, hversu vel við komum fram hvert annað. Ég allavega trúi alltaf á börnin. Ég meina, þú veist, ég trúi alltaf að næsta kynslóð veri betri en síðasta kynslóð og það bara að maður verður að halda í vonina að manginni sé að færast ámfram og upp á við en sé ekki, þú veist, bara sífellt að búti nýja þú veist rasshausa sem að eru bara fastir í einhverjum fordómum og fáfræði og vitleysu. Þannig að maður verður að trúa því, þú veist, og börnin sem ég að kenna, mér finnst þau vera miklu svona að heildina leitið þroskaðri heldur en börnum voru sem ég ólst upp með á sín tíma. Og ég sé fullt af jákvæðri þróun, en ég sé líka að það er ákveðið svona afturför og þessi afturför er náttúrulega gerast út allan heim og hún er að gerast vegna þess að það er ákveðin ótti. Það er gífurlegur ótti sem að byrjar raunni bara aðeins fyrir COVID. Það byrjar með, þú veist, að jörðin sé að fara bara, þú veist, út af hnattlínun og annað, að það sé bara engin framtíð fyrir næstu kynslóðir og við séum bara brenna út af tíma og síðan kemur COVID og það er pláa og þá bætist við í óttan og sagt að þetta sé bara fyrsta pláan af mörgum. Svo nú hryðjuverka ógnin var nú svolítið mikil. Já, síðan er bara alið upp á meiri ótta og þá allt innu, eins og ég hef svo oft sagt áður, að svona ákveðin öfl í þjóðfélaginu nýta sér þennan ótta, sjálfum sér til framdráttar og í staðinn fyrir að takast á við, þú veist, raunverulega vandamál, þá bara finna þau eitthvað blóraböggul og þú veist, og blóraböggullin verður, þú veist, hryðjuverka og múslima, þú veist, og þá allt einu eru allir múslimar settir undir sama hatt, sem er náttúrulega bara fárlegt og það er líka, þú veist, læknavísindin þróist fyrst og fremst í Norður Afríku
bara svo við förum í sögun aftur og það voru múslimar sem að komu með og þróuðu alls konar tækni sem erum enn að nota daginn í dag í sambandi við læknavísindi márar sem að fluttu sig yfir til Spánar þannig að sko því meira sem við þekkjum söguna og því meira sem við fræðumst því fáralegra verður allur þessi ótti og það sama gildir náttúrulega alla jaðarsetta hópa. Því meira svo þekkir þessa jaðarsetta hópa að þá verður allir svona fordómar, ótti og fáfræði bara vitleysa. En við erum ekki þar. Við erum á þeim stað í samfélaginu að við erum að ala á fáfræði gegnum samfélagsmiðla. Við erum að ala á alls konar, bara upplýsinga óreiðu, ranghugmyndum, upplýsingum sem að eiga sig enga stoð í raunveruleikanum og þannig að við erum að búa til rauninni meiri fáfræði heldur en minni og út úr þessu umhverfi erum við að búa til ákveðna ósonabrjálæði og hatur og hatur gegn þá öllum jaðarsettum hópum og við erum stöðugt að búa til svona umhverfi þar sem að eru við á móti hinum og þannig að sem að gera verkum að við erum að búa til svona andrúmsloft ofbeldis þar sem að ofbeldi leiðir að sem meira ofbeldi og það er hættan að að við sjáum ekki hvað við rauninni erum heimsk vegna þess að ofbeldi að mæta ofbeldi með ofbeldi það leiðir að sem bara meira ofbeldi alveg bara eins og Martin Luther King sem að sagði fyrir 60 árum rúmum 80 árum núna 1964 hvað er það, 50, 60 árum svo ég reyni að fara með þetta rétt að hann sagði að eina leiðin til þess að sigra hatrið sem mætir okkur það er með kærleika og með ást maður þarf ekki að kunna vel við þessa einstaklingar sem maður er að skrifa eins og ég hat ekki þessa einstaklingar sem er að skrifa þessa ógeðslegu hluti mig en ég óttast þá ég óttast að þeir fari lengra og ég vorkenni þeim að því að þeir eru ekki á góðum stað sjálfir en ég hata þá ekki vegna þess að leið og ég leyfi mér að hata einhvern þá er ég ekkert skárri en þessir einstaklingar og það er það sem ég er að segja með söguna og með rasisma og með fordóma gagnvart hinsegin fólki og fólki sem er einhvert því að nú er það að bætast við eins og í Bandaríkjunum að þetta bara leiðir að sér raunni að það verður bara næsti hópur og næsti hópur og næsti hópur til að öll veröldin brennur og núna höfum við tækifæri til þess að bara segja afneita heimskunni afneita fáfræðinni og segja hingað ekki lengra og byrja á því að hlusta á hvert annað og það er rosalega mikilvægt að við eigum samtalið og við hlustum og við viðkennum bara ég eins og allir aðrir ég veit ekki allt ég hef oft gert mistök ég er ennþá að gera mistök og ég get líka verið rasshaus og haft rangt fyrir mér en ég er tilbúin að hlusta og ég er tilbúin að viðurkenna að ég veit ekki allt og ég get haft rangt fyrir mér og ég er tilbúin að læra og ég held að það er það sem við þurfum öll að gera meira af. Takk fyrir það. Það eru ekki lokaorð. Já, það eru ekki lokaorð en við ætlum Nei, þetta hefði verið sko. Já, hún kemur yfirleitt með mjög mörg góðu lokaorð en svo er maður bara svo spenntur að heyra aðeins meira sko. Að mikið ljóðskáld sko, eða svona, já. En hver er nú þín lokaorð? Nei, sko, þú ert nú sammála þessu líklega, eða hvað? Ég er sammála þessu, jú. Já, og en eins og þú segir, þá er sko kærleikur og þessi milda nálgun uppfræðslunar og samræðunar og hlátursins jáfnvel og svona leiksins kannski bara í námið í bara einmitt að aflétta þessum ótta sko.
kannski væntanlega besta leiðin þá, en þarf ekki vera satt á svolítið mörgum massífum plönum núna, þú veist, upplifir þú ekki svolítið núna, burtséð frá kynslóðum og alhefingar þarum, sko, að þá hefur nú allavega Arna Magni lýst í eftir að Trump tók við, þú veist, að þá hefur orðið svolítið svona hröðþróun, og ekki bara samfélagsmiðlum, heldur svona bara í einhvers konar orðræðu sem að sést víða. Finnst þér svona, einmitt, sem kannski með vaxandi ótta, sko, hefur þú fundið fyrir því svona bara á síðustu mánuðum og árum? Þú veist, eins og með þegar hann náttúrulega hófstörf sín sem forseti Bandaríkjanna, núna bara í ár, að það náttúrulega var hann bara strax byrjar og var bara, maður átti erfitt með að halda í við það sem hann var að gera og taka burt þessi réttindi og þessi og maður var ekki alveg bara að klára því hvar maður ætti, eða þú veist, maður þurfti eiginlega bara svona að loka símanum og aðeins að anda, því þetta var bara svo mikið fyrir mann eitthvað. Og það bara, þú veist, vinum, að þá hefur við alveg talað þetta, en ekkert eitthvað jafn mikið, þetta meira í stjórnmálafræðinni það sem við tölum það sem hann að gera á sér og eitthvað svona hannig. En eins og lemist, þú veist, ég hugsa að það að farin svona bandarækjaferð stundum, ekki stundum, fer hvað annarkvort ár. Og ég hugsa, ég veit ekki hvort ég þið velkomin þangað, skilur, í þá ferð. Svona leiðilegt. Stjórnmálafræðin fer í Já, stjórnmálafræðin fer í ferð. Já. Og þú veist, ég er ekki að hugsa hvort ég þið velkomin að fara, hvort ég myndi komast inn við landamærin, skilur. Já. Svona leiðilegt. Út af húðleiknum. Já, bara einmitt. Það er nú virkilega vægt til orða að tekið þessi leiðilegt. Hræðilegt. Það já, ömulegt, skilur. En eins og þú segir, það sem er kannski sárast þegar að kannski fólk í kring tekur ekki upp hanskan eða áttar sig á hversu alvarlegt eða hversu leiðilegt er og yppir bara öxlum jafnvel og finnur ekki einhvern veginn snertinguna við óréttlætið og þannig að það er kannski það sem að er nær okkur, þú veist, það er bara svona samfélagið í kring sem að sko maður alltaf þarf ofta ég veit ekki, ég hef oft þurft að sko, hvað sem var, svona, testa vini mína eða þannig maður náttúrulega getur haft alls konar vini en maður veit aldrei hvort að vininir skilur munu standa baki á manni þegar eitthvað bjátar á eða ekki og sérstaklega þegar kemur að rasismannum að því hann er mjög stórt viðfangsefni í mínu lífi að þá náttúrulega þarf ég að hafa fólk sem að getur tekið upp hanskan fyrir mig og líka hlusta á hvað ég hef að segja mína upplifanir. Þannig ég er mjög heppin náttúrulega að vera mjög góð vinkona, þú veist, þeirra úr antirastunum. Því það náttúrulega var strax rosa gott net sem að gat tala við og við áttum þetta sameiginlegt að vera allar svartar og alast upp í þessu íslenska skólakerfinu, ekki í þessu, í íslenska skólakerfinu. Þannig að ég veit ekki, maður svona, líka sérstaklega þegar kemur að þú veist, eins og maður segir, datinglífinu, eins og maður segir að þú veist, að reyna að hitta eitthvað maka eða þannig, þá þarf maður líka að vera mjög mikið að testa. Já. Af því að þú veist, ég er ekki að fara að nenna að koma mér inn í einhver aðstæðar sem að aðeins mun ekki standa baki á mér. Geturðu sko, fyrst að langaði með að spyrja, sko, er antirasistar, er þetta svona félagskapur sem að þið getur ráðlegt ef einhverjar hlusta stúlkur sem að myndi vilja koma og ræða við ykkur og já, bara að gera. Ekki bara stúlkur, allir kannski. Nei, bara allir sem vilja. Já. Bara er velkomin að koma og líka foreldrar eða þau eiga lítið börn og hafa einhverjar spurningar eitthvað og veit ekki hvernig að leita til, þá erum við bara alltaf til í spjall. Já, frábært. Við líka fengum Yrsa náttúrulega, Yrsa Sigurðardóttir sem að skrifa bækur. Hún kom og spjallaði við okkur sína nýjustu bók. Það var okkur svarta mannesku. Og hann lókaði að heyra okkar sögu. Það var svona krútlegt. Ekki krútlegt. Það var vel þegið. Það var ekki krútlegt. Mjög vel þegið. En ef þú segir sko, ef þú ert að testa viniðina, og getur þú svona sagt okkur hvernig þessi test eru svona til að hlustundur getur svona átt að segja á því hvort er náð prófinu eða svona, eða er það bara á eitthvað, er það alls konar? Þetta er eiginlega valla fyndið sko. Þetta er stundum svona maður svona kemur svona ákveðin djók inn í eins og dæmis ef einhver kannski gerir eitthvað og þá kannski kemur, þetta er ógeðslega slæmt. Ég er ekki svona slæm með vini mína, ég lofa, en þegar það kemur svona
þú veist, kemur eitthvað upp og maður bara svona, ertu að gera þetta því að ég er svört, skilur, eitthvað svona þannig. Og þá, þú veist, maður svona að testa hvernig viðbrögðin eru og hvað þannig. Því ef þau eru ekki góð, þá náttúrulega hefur maður ekkert það, vil maður ekkert vera með aðilunum. En þú veist, góðu viðbrögðin væri náttúrulega bara, þú veist, nei, náttúrulega ekki, eitthvað þannig. En þú veist, byrjar að afsaka þig ekki mikið og svona fara í vörn, þá bara svona, hvað okkur þú svona ræddur, skilur. Ég er ekkert að ásaka neitt. En gætir þú svona sett, þú veist, finnst þér rasismi birtast eftir einhverjum svona, ég veit ekki, klísjulegum leiðum eða svona getur þú sagt hvernig hann birtist mest, svona eða? Já, mér náttúrulega þetta bara örárunnin, bara það að ganga út frá því að ég sé ekki Íslendingur vegna húðlits og tala við mann á ensku. Mér finnst líka allt ógeðslega stressandi af því ég er mjög mikið að ferðast og ferðast mjög oft ein til útlanda, sérstaklega Danmerkur, að hitta vini mína. Að þá finnst mér ógeðslega stressandi að fara á völl og þurfa að vera viðbúin því að þurfa að svara á ensku, eitthvað þannig. Og ég man líka einhvern tímann þegar ég var að koma úr flugi frá Danmörku og fljúga heim og ég var bara svo spennt að heyra íslenskuna og bara fólk myndi tala íslensku og ég myndi skilja. Að þá voru flugfreyjurnar bara að byrja því að tala við með ensku og sumar, þú veist, einu þeirra gerði það aftur, svona leiðilegt að því maður svona, ég var svo spennt að heyra íslenskuna, loksins komin heim, en samt verið að hamra því að ég sé ekki, þetta sé ekki mitt heimileg, skilur, sem var svona leiðilegt. Já, sem mjög leiðilegt, já. Og líka, ég endur ekki lent í því, ég veit að Vala, systir mín, hefur lent í því, að hún var einhvern tímann eld í búð í apótekinu. Einhvern tímann þá var verið að elta hana af því það var eitthvað að vera svona hræddum og verið að fara að stela. En hún var bara býð eftir lyfjum, sko. Hún var bara, ég er að bara að gera það sem að svo venjuleg manneskja, eða þessu önnur hvít manneskja hefði gert, bara skoða í búðinni eða sest niður eða eitthvað svona. Já. En svona þetta er mitt að snerta hári eða bara einhvern hátt svona finnur fyrir bara svona virðingarleysi stundum, svona bara eða oft. Já, bara svona bara hvernig hortaði eða tala við eða tala til þín eða eitthvað svo leiðis svona eitthvað sem er erfitt kannski að festa hönd á. Ég veit ekki, þetta er svona flókin spurning einhvern veginn, ég veit ekki virðingarleysi, ég veit ekki eitthvað, finnst ég miklu virðingarleysi, en ég meina, ég náttúrulega lenti í því líka einhvern tímann þegar við systur vorum 7 ára eða svo, að þá vorum við í sundi og vorum bara að leika okkur eins og allir, eins og bara krakkar gera. Og þá kemur bara einhver kona upp að okkur og segir, heyrðu, þið verðið að hafa hljóðstelpur. Þið verðið að hafa ykkur betur en aðrir því það tekið betur eftir ykkur. Og sagði síðan að við þurftum að hafa ykkur svo prinsessur. Sem var stóra leiðilegt, af því að síðan voru kannski ykkur strákar bara hliðina okkur sem voru bara með miklu meiri læti en við, en samt þurftum við að hafa okkur vel. Þetta er frekar svona gott ráð sem er frekar vont en hún hefur sjálf trúað því að þetta væri gott ráð. Já, hún trúði að hún væri að gera rétt af því að við þurfum að passa okkur, en á sama tíma við vorum börn, skilur, krakkar eru háværir. Ef þú veist það ekki og sættir ekki við það og ekki vera eignast börn að vera umkring börnum, skilur, það er ekki flóknar það. Nei, ég segi svona. En þarna taldi hún sig hafa haft rétt fyrir sér og svona leiðilegt. Þetta svona hafði áhrif og mótaði mann alveg sem manneskja að maður mætti ekki hafa of hátt. Því þá náttúrulega væri öll auga á manni sjálfum og maður ætti minni möguleika, ef maður segir. Svona, já. Þannig að fekk mann til þess að hugsa sem 7 ára krakki, sem er ömurlegt. Já. Já, og líka bara það að vera skilur litaður eða svartur bara í samfélaginu, það þú veist móta mann þannig að maður þroskast miklu fyrir heldur en allir aðrir. Maður bara þarf að þroskast miklu fyrir heldur en allir aðrir. Þú veist, ég þurfti náttúrulega að læra rasisma og undan öllum hinum krakkanum og náttúrulega, þú veist, svört börn fara á kynþroskan og undan hinum krakkanum, undan, þú veist, ég og systir mín fórum að kynþroskana undan hinni krakkanum og þar að leiðandi þurftum við náttúrulega að díla við óþarfa komment frá, þú veist, jafnöldurum, já, bara jafnöldurum, punktur. Þannig að það er ógst að, þú veist, maður fekk ekki vera barn lengur, eða lengi, já, styttra heldur en hinni krakkanu, sem kannski voru bara að læra rasisma, þeir voru 14-15 ára og við náttúrulega búin að díla við alla okkar ævi, þannig að það var það. Og hvað er svona, nú ert þú í stjórnmálafræði en hvað myndir þú segja að hvað þetta gera strax bara til þess einhvern veginn að bæta kannski líðan og stöðu?
bara eins og Arna búin að nefna að tala þetta bara fyrst í grunnskólum eða því bara byrja í leikskóla, skilur. Já. Byrja bara að tala fjölmenningu og allt það í leikskóla og síðan þá búið að hvað sem að innbyrja þetta í hausna á krökkunum og þá vonandi skilja þau og fara með þetta, ganga með þetta út í lífið og vita betur og svona þannig. Og þú veist, oft líka eins og þú ert búin að nefna, Arna, oft vita börn miklu meira en við sjálf og hvað sem er leiðrétt okkur ef við gerum eitthvað mistök. Og bara hlusta þá einmitt á þau. En þegar ótta áróðurinn er meiri, kannski, svona, í einhverju bylgju, svona, þá er kannski einmitt svolítið verður við að passa okkur öll sem samfélag að leggja kannski meiri áherslu á að ræða málin, sko, til þess að, þú veist, skapa einhvern veginn, eða vera með mótvægi við þessu svona hræðslu áróðri, sko. Akkurat, það líka þú veist, fyllt á tækjum og tólum bara á samfélaginu, því nú náttúrulega erum við flest öll á netinu og erum með síma sem að komast á internetið, nema þeir sem eru með taka síma og svona samloku síma, ekki jafn heppin, en allavega þeir sem hafið aðgengi að netinu, þá náttúrulega auðvelt að bara fara þessna á YouTube og skrifa eitthvað þú veist, Black History Month eða Representation Matters eða bara svona eitthvað eða svona bara hugmyndir það hvernig maður geti orðið betri bandamaður eða, já, bara eitthvað svona þannig. Ok, og þið með veftsíðu þarna antirasista? Já, fyrir ekki, ég ætla ekki að grípa fram fyrir. Við erum með Instagram-reikning sem heitir Antirasistanir og síðan vorum við eitthvað á Facebook, við erum líka með Facebook-síðu þar og við vorum líka að gera hlaðvörp sem heita líka Antirasistanir. Okay. Og svona, og við ætlum að TikTok en við þorðum ekki út af öllum hatursólarum sem voru í miklum mæli þegar við vorum að byrja. Þannig ákveðum að sleppa því af því að bara fyrir okkar líðan en já, við erum með Þið látið ykkur heyra og þannig, sem er mjög gott að þið hefur ekki farið eftir þessum góðu ráðum innan gæðsalappa í sundlauginni. Þetta bara vera litlar þegjandi prinsessur. Já, þú mátt bara ekki að segja neitt. Þú mátt bara hafa alveg hljóð í sundlauginni. Það er ymsum verið ráðlegt þetta bara. Segja sér minnst og láta yfir sig ganga. En við líðum rétt undir lokin, við höfum 3 mínútur en þeir eru svo góðar og gjöfular svona á umræðan. Getið þið sagt okkur aðeins frá þessu sem þið vísið í og þú hefur líka nefnt í spjalli þetta REC Art. Heitir það? Nei, ég glem alltaf nafninu. REC Art Reykjavík var stofnað af 3 frábærum drottningum sem voru alls ekki rólegar prinsessur sem ákveðu að vera tægar og heitir REC vegna þess að það er Chivey og Rebecca og Eva og Rebecca og Eva eru giftar og Chivey kemur sérna inn í þetta og Chivey líka kennari og sem sagt svört íslensk kona af sem á ættir ekki annað eins og við öll raun og veru því að eins og ég hef svo oft sagt ef þú ert ekki rjúpa eða refur þá áttu ættir að reykja einhvers staðar að og þær stofna þetta samfélag til þess að búa til svona listasamfélag sem ýtir undir fjölmenningu og líka hinseginleika þar að segja fólki sem svona hvað við segja, álfabörn og tröllabörn og allavegna, svona kannski öðruvísi heldur en svona meginstraumsfólkið og ég segi alltaf að við erum öll öðruvísi og þau stofnuðu þetta samfélag og síðan bara eins og segull á draga til sín fullt af góðu fólki og meðal annars bæði mig og Stínu og fleira og við erum orðin svona, þetta svona fjölskylda og það eru alls konar vinnusmiðjur og þau eru núna búin að vera með þær, réttar sagt búin að vera með vinnusmiðjur í Þjóðleikhúskjallaranum reglulega núna þetta ekki annað árið? Jú, annað árið sem eru með vinnusmiðjur þar og þau eru reglulega með svona nokkuð konar upp í stand sýningar í Þjóðleikhúskjallaranum þar sem að alls konar fólk með alls konar atriði og þar til dæmis hafa fatlaðir einstaklingar verið með hjólastóludans heyrnarlausir verið með ljóðaflutning
og svona, þú sérð listsköpun sem þú sér hvergi annars staðar og algjörlega einstök, ekki bara þú veist á Íslandi heldur bara held ég þó víða megi verið leitað, þá veit ég ekki svona, þú veist, ég bjó 10 ár erlendis og ég hef bara aldrei séð neitt í líkingu við Records þannig að já, við erum, þú veist, þetta stækkandi fjölskylda og við erum misjafnlega virk en þetta greinilega og svona, þú veist, þetta valin fjölskylda. Já, spennandi að kynna sér þetta frá Records Reykjavík. En það má líka sko nefna það að þú veist, þegar þú tilheyrir einu minnihlutahóp þá hefur þú kannski svona smá skilning inn í hvað að tilheyra öðru minnihlutahóp þó þú getur náttúrulega aldrei að fullu skilið það. Til dæmis, ég hef oft sagt frá því að sem barn, ég vissi að ég var kona först í röngum líkama en ég vissi ekki að ég var í trans, það var ekki til þessi orð. Þannig að þá ferði að lesa og reyna að finna upplýsingar og ég held ég væri álfabarn eða gimmer eða eitthvað svona. En ég man að fyrsta bókin sem ég las, sem ég fannst ég vera séð og það fer inn á það sem að Stína var að segja með bláuðu stúlkuna sem var ljóshærð þegar hún teiknar þessa mynd, var bók sem að Toni Morrison, sem æðislegur rithöfundur, hann dáinn, sem að sörkona, sem að skrifaði margar svona bækur sem að á 7. og 7. og 8. áratugnum og var með fyrirlestra og fræðimanneskja og hún skrifaði bókina The Bluest Eye og þetta fyrsta bókin sem ég fannst ég vera séð en hún akkurat svarta stúlku sem að verður fyrir einelti og upplifir gífurlegt ofbeldi og hún fer að trúa því ef að bara hún væri með blá augu þá hefði hún ekki lent í þessu þá hefði hún verið hólpin bara, og það var hennar draumur að ef hún hefði bara verið með blá augu þá hefði hún ekki upplifað alla þessa sorg og alveg eins og ég trúði því sem barn bara ef ég hefði verið venjuleg manneskja ef ég hefði bara getað lært að vera venjuleg manneskja þá hefði ég ekki lent í öllu þessu ofbeldi þannig ég hvet alla til þess að lesa þessa bók vegna þess að þú veist, hún spegill og hún spegill fyrir sko miklu meira heldur en bara það að tilheyra einu minnihlutahóp og þú veist, og við getum lært af þessu og þú þarft ekki að vera með háskólagráður þú þarft ekki að vera, þú veist, eitthvað sprenglærður til þess að vera menntaður að vera menntaður að vera mennskur og að vera mennskur að fræða sig annað fólk og við getum öll lesið og við þurfum engar háskólagráður til þess og einmitt þessi talandi hræðslu áróðurinn sko, að vera óhrætt við líka einmitt bara ef við höldum að við séum ekki með rétt orðin eða rétta pælingar eða að spyrja og ræða það ekki bara líka einhvern veginn það vera bara óhrættur við að kalla til við gerum öll mistök hvert og eitt einast okkar já, við náttúrulega sem þjóðverðum svolítið að bara mennta okkur saman hérna við erum svolítið að taka okkur hérna taka okkur taki, við viljum ekki fara að verða einhver hérna amerísk nýlenda í einhverju verða bara fórnum einhverju ömulegar hræðslu áróðurs og verða bara einhver haturs orðræðu þjóð, trúi því nú ekki alveg Nei, ég vil ekki trúi mér annars fer ég Já, annars ferum við bara Þú mátt ekki fara, við þurfum að vera að halda Já, engin pressa bara smá pressa Kristín Tævo Reynisdóttir stjórnmálafræðinemi í Háskóla Íslands og meðlimur antirasistana og Arna Magna Danks mannréttindaaktivisti og leikona og áhættuleikstjóri og kennari transfréttarittari Rauða borðsins þakka ykkur alveg hjartanlega fyrir að koma að Rauða borðinu og ræða rasisma sem ég held að við ættum að gera bara þyrftum að gera bara reglulega takk fyrir og ég þakka líka Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir og auðvitað hvet ykkur til þess að segja öðrum frá þessu spjalli og líka bara góðum tilvísunum sem að þær hafa bent okkur á hérna. Nú getur maður bara að fara heima svona leita sem áhugaverðum síðum og pælingum
Ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir í kvöld. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.